Ásmundur Einar Daðason, félags- og jafnréttismálaráðherra, vertu velkominn. Takk fyrir. Við byrjum bara á stöðunni sem upp á vinnumarkaði og að nokkuð ljóst að það liggur fyrir skýr krafa, jafnvel úr báðum áttum frá atvinnurekendum og verkalýðshreyfingunni það að ríki og eftir atvikum sveitarfélög komi að borðinu með einhverjum hætti. Komi að því að leysa þennan hnút sem uppi sem opinberast kannski best í þessum miklu krónutölu kröfu hækkunum sem hafa verið lagðar fram. Það sem þau kalla eftir, hefur maður heyrt í þeirra orðraði á undanförnum dögum og vikum, skattkerfisbreytingar, breytingar á bótakerfi, einhverjar aðgerðir á húsnæðismarkaði. Það er umtalsvert þetta sem heyrir undir þá málaflokka sem heyrir undir þetta ráðuneyti, að bótakerfin og ekki síðan alltaf húsnæðismálin. Hvað hyggst þú koma með að borðinu? Nei, ég bara tek undir með þér að þessi staða á vinnumarkaði þess eðlis að hún í rauninni kallar á að við hugsum öll hvernig við getum lagt okkar á mörkum í þessu og það er alveg rétt sem hún segir að við horfum auðvitað upp á það að aðstæður á vinnumarkaði eru talsvert aðra núna heldur en að verið hafi í talsverðan tíma. Atvinnuleyfi sé að spáð aukast á næsta ári. Flugfélögin okkar er að glíma við vanda og nú voru tvö þeirra að renna saman í eitt, þannig að það eru svona ýmis teikn á sama tíma þessi háa krafa af hálfu verkalýðshreyfingarinnar. Og það er einmitt þess vegna sem að það er ekki bara svo málaflokkar sem að þarna þú nefnir eins og húsnæðismál og bótamál og fleira heyrundir félagsmálaráðuneytið, heldur er það líka svo vinnumarkaðurinn gerir það. Þannig að við eigum beinan snertiflöt með ríkisáttasemjara sem að heyrir undir félagsmálaráðuneytið, eigum beinan snertiflöt þarna við og þess vegna hef ég svona verið að undanfarna mánuði eða alveg frá því síðasta vor verið að bara styrkja sambandið bæði við Samtök atvinnulífsins og við BSRB og ASÍ og núna þá nýju forystu sem komin til vald innan Alþýðusambandsins og innan BSRB og það eru auðvitað þannig að ríkisstjórnin þetta eru auðvitað þannig að þetta eru samningar á milli frjálsra aðila þarna sem annars vegar Samtök atvinnulífsins og hins vegar vinnumarkaðurinn en auðvitað það svo að ríkisvald hefur alltaf lagt til markana þegar kemur á slíku og það verður engin undantekning á núna og kannski meiri þörf á því núna en oft áður vegna þess að það er það djúp gjá þarna á milli og þá er það eins og nefnir húsnæðismálin, bótamálin og fleira sem við getum farið bara yfir svona vinnuna sem í gangi með. Við fyrir kannski aðeins í á eftir bara hvernig þessum flokkum fyrir sig, mig langar aðeins áður en við gerum það að fara í eitthvað sem þú hefur sagt núna á undanförnum dögum og vikum opinberlega. Þú til dæmis vaktir athygli nýverið með því að segja að það var áform til athugunar í þínu ráðuneyti varðandi leiguþak. Og það svona yfirlýsingar féll í misjafnan jarðveg, fagnað mjög af ákveðnum aðilum og gagnrýndar mjög af öðrum, meðal annars stjórnarþingmönnum í sérstaklega innan Sjálfstæðisflokksins. Hvað felst í þessari athugun sem í gangi á mögulegu leiguþaki og telur þið að alveg hafa stuðningina ríkisstjórnar til þess að ráðast í slíkar aðgerðir? Við höfum verið undanfarið og í sumar og haust verið að fara yfir leigumarkaðinn, átt fundi með öllum leigufélögum, öllum helstu aðilum þegar kemur að þessu og verið að kortleggja til hvaða aðgerða við getum gripið til þess að styrkja bæði leigumarkaðinn og stöðu leigutaka. Í þessu samtali eitt af því sem til skoðunar eru húsaleigulögin og hvernig og með hvaða hætti við getum styrkt stöðu leigutaka þar og þar hef ég sagt að allir hlutir séu til skoðunar meðal annars það að taka fastar utan þessi stærri leigufélög og þetta klárlega þar til skoðunar en það verður að gerast í samtali milli aðila vinnumarkaðarins en hins vegar tvennt sem skiptir líka gríðarlega miklu máli og hefur verið bent á þessar umræðu. Það staða ungs fólk sem vill fara inn á fasteignamarkaðinn og vill eignast sína fyrstu eign vegna þess að eitt sem athyglisvert og kom fram í leið og við verðum að styrkja leigumarkaðinn og það verðum við að gera og það erum við að undirbúa aðgerðir með og munum gera það í samtali og samvinnu við aðila vinnumarkaðarins. Þá það líka svo við þurfum að horfa á það að mikill meirihluti þeirra sem á leigumarkaði vilja komast í eigið húsnæði og þar þurfum við líka að vinna að tillögum
tillögum sem í undirbúningi og svo í þriðja lagi, og við getum farið dýpra í hvert þessara liða hér á eftir, að þá þjónar hitt tvennt eiginlega engum tilgangi. Það að styrkja leigumarkaði, umgjörð á leigumarkaði eða fyrstu kaupendur ef við náum ekki að tryggja meira framboð á lóðum og meira framboð á húsnæði. Þetta allt þrennt verður í rauninni að haldast í hendur og við erum að vinna núna með það að markmiði að þetta haldist í hendur og við gætum séð einhvers konar aðgerðarpakka sem unnin yrði í samtal og samvinnu milli ríkisstjórnarinnar og aðila vinnumarkaðar vegna þess að allir forystumenn ríkisstjórnarinnar hafa sagt það að ríkisstjórnin sé tilbúin til þess að koma að samtali við aðila vinnumarkaðarins og ég held að séu fáa ríkisstjórnir sem hafa raunar átt jafn gott samtal og samvinnu við aðila vinnumarkaðarins eins og þessi með reglulegum fundum sem haldnir hafa verið í ráðherrabústaðnum sem reyndar hafa legið niðri núna í talsverðan tíma síðan á vordögum vegna forystuskipta bæði í BSRB og ASÍ en nú eru þeir fundir byrjaðir aftur og í þessu samtali erum við að ræða meðal annars taka stöðuna hvernig ganga samningar á milli aðila og með hvaða hætti ríkisvaldið getur komið þarna að og þar eru þessi þættir allir undir á mínu viti. En það er ljóst að það eru ákveðnir hópar sem eru mun verr staddir á húsnæðismarkaði en aðrir. Lágtekjuhópar hafa séð húsnæðiskostnað sinn vaxa langt umfram aukningu á ráðstöfunartekjum. Það sé að kaupmáttaraukningin þeirra hefur farið í aukinn húsnæðiskostnað og umfram það. Eitt af því sem ígir þann vanda er skortur á félagslegu húsnæði. Ég var með borgarstjórinn í Reykjavík hérna fyrir viku síðan og þar kallaði hann eftir einfaldlega lagasetningu til þess að skikka fleiri sveitarfélög til þess að taka þátt í því að byggja upp auki félagslegt húsnæði. Það sem Reykjavík augljóslega er að draga vagnin hérna á höfuðborgarsvæðinu og sum sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu beinlínis neita að taka þátt. Er það eitthvað sem kemur til greina? Ég held sko að það sé gríðarlega mikilvægt og Reykjavíkurborg hefur verið að gera marga hluti og það er hins vegar svo að það verða fleira að koma á borðinu og það er alveg hárrétt sem þú segir. Í nýjum lögum sem við samþykktum húsnæðismál núna á vorþingi þá var sérstaklega styrkt stoðin undir því að sveitarfélög þyrftu að vinna húsnæðisáætlanir til lengri tíma. Húsnæðisáætlanir sem að gerðu ráð fyrir því hvernig við ætluðum að byggja upp húsnæði þannig að það væri verið að byggja nóg til þess að anna í rauninni eftirspurninni. Það sem við erum að undirbúa núna er miklu þéttara samtal við sveitarfélögin, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu, heldur á stór Reykjavíkursvæðinu. Það eru auðvitað orðið svo að Reykjavík höfuðborgarsvæðið eða atvinnusvæðið hérna í kringum Reykjavík, þetta er orðið eitt atvinnusvæðið þegar þú kemur upp á Akranes og jafnvel upp í Borgarnes, ég á nú heim í Borgarnes og keyri alltaf á milli, eða Selfoss, Þorlákshöfn, Reykjanesbær, þetta er allt orðið eitt atvinnusvæði og við stöndum á þeim mörkum núna og það er rétt sem hún segir. Okkur hefur ekki tekist sem samfélagi að halda fasteignaverðinu þannig niðri að það hefur á undanförnum árum verið að hækka meira heldur en annað verðlag í landinu og þar af leiðandi hefur það verið að éta upp kjarabætur sem að hafa komið og núna verðum við einfallega sem samfélag, við verðum að geta náð utan það að við séum að byggja nægilega mikið til þess að fasteignaverð á næstu árum hætti að hækka svona mikið umfram verðlag. En aftur, ég meina það hópar sem er að fara vest út eru tekjulágir hópar og þeir þurfa eftirspurnin þar eftir félagslegu húsnæði eða félagslegum úrræðum með miklu meiri. Þarf að fara í ykkur svona drastískar aðgerðir eins og það að setja lög að skikja þessi sveitarfélög til þess að taka þátt í þessu? Og þá þurfum að byrja á að kalla sveitarfélögin til vegna þess að ég er eiginlega sannfærður og er þegar byrjar að tala við forsvarsmenn sveitarfélög og er núna þessa dagana að hitta bæjarstjóra, hitti meðal annars í morgun nýjan bæjarstjóri í Ölfusi og er að taka alla bæjarstjórana núna sem er á Stóra Reykjavíkursvæðinu og athuga það hvort að menn sé ekki tilbúnir til þess að koma í samninga það. Án þess að það séu þvingandi aðgerðir að fjölga hér lóðum og að hluti af þeim samningum sé að hlutfall af þeim lóðum og svæðum sem fara undir fari til félagslegra eða óhagnaðardrifin og félagslega rekinna félaga. Eins og til dæmis þeirra sem að verkalýðshreyfingin rekur, eins og þeirra sem að rekin er af öryrkjabandalagi og svo framvegis. Þannig að ég held og ég trúi því að það sé hægt að ná samningi á milli aðila sem eru hér á Stóra Reykjavíkursvæðinu það að ná saman það bæði að tryggja það verði nóga margar lóðir framundan á næstu 10 árum sem þurfum einhverja 2000 á ári annars vegar og hins vegar að menn séu tilbúnir til þess að ákveðið hlutfall það renni til félagslegra
félagslegra nota, eins og þú segir að það þörf á auknu félagslegu húsnæði. Og það þannig núna, til dæmis í Reykjavík, að í flestum þessar uppbyggingarreita þá skilgreint hlutfall sem fer til slíkra félaga, eins og Bjargs og fer inn í félagsbústaðakerfið sem ekki hérna. Og það þarf að gerast í fleiri sveitarfélögum. Og ef ég skilji rétt, þá eru þið að reyna að gera þetta núna kannski með gulrótinni, en ef gulrótin virkar ekki, kemur þá til greina að nota kylfuna? Sko, ég bara trúi því að það sé hægt að fá menn, vegna þess að við búum hér ein þjóð í þessu samfélagi og menn hafa verið að benda hver á annan þegar kemur á húsnæðismálum. Reykjavíkurborg bendir á Hafnarfjörð og Hafnarfjörður bendir á Garðabæ og svo framvegis og svona hefur þetta haldið. Og ég trúi, við þurfum að byggja hér 2000 íbúðir á ári á hverju ári, samkvæmt greiningum Íbúðalánasjóðs, sirka næstu 10 árin, og við þurfum að tryggja 20–25% af því renni til félagslegra þátta sem eru bæði lægstu tekjuhóparnir, eru námsmenn og fleiri aðilar, og ég trúi því bara að þegar allir eru sestu við borðið að samvinnuhugsjónin og menn setjist niður til samninga, menn séu tilbúnir til þess að leggja sitt af mörkum til þess að ná þessu sameiginlega markmiði, vegna þess að undir liggur bara velferð þjóðarinnar og húsnæðismarkaðurinn og þessir kjarasamningar sem eru framöndan. Þannig að ég hef bara fulla trú á því að það sé hægt að gera þetta, að því þú notar orðina gulrót, ég hef bara fulla trú á að það sé hægt að gera þetta þá leiðina. Þú vakti líka athygli nýverið þú vegna ummæla hátekjuskatt og það var ekki hægt að skilja því öðruvísi en að þetta var eitthvað sem þér þótti tilheiðilegt til þess að skoða og síðan forsætisráðherra spurði hátekjuskatt og hún sagði að umræðum hátekjuskatt var ekki hafin, svo fjármála- og efnahagsráðherra spurði hátekjuskatt og hann sagði einfaldlega að þetta var ekki á borðinu. Ég klóraði mér aðeins í hausnum. Hvar stendur umræðum hátekjuskatt innan ríkisstjórnarinnar? Það hefur verið, líkt og með fleiri atriði, þá hefur verið í gangi vinna skoðun á skatta- og bótakerfi og hvernig það getur spilað saman við það að bæta hag þeirra sem að lægstar hafa tekjurnar. Þar hefur verið til umræðu þessi atriði og ég bind bara vonir við það að menn geti í sameiningu tekið á þessari þróun sem að verið hefur hérna í samfélaginu. Vegna þess að staðreyndin auðvitað sú að því við vorum að tala hérna hagkerfið áðan, staðreyndin sú að þær launahækkanir sem við höfum verið að sjá í efstu lögunum og kannski mest á almenna markaðnum sem að nú í eigu, að meiri hluti í eigu lífeyrissjóða og stærstu fyrirtækina þar sem að stýrt af samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingunni, að launahækkanir þar úr öllum takti og ef við sjáum ekki að menn geti setið á sér þar á næstu árum, þá rosalega erfitt að réttlæta það niður allan stigan að þetta sé ekki með þessum hætti. En eitt af skýru umkvörtunarefnunum sem maður heyrir mjög oft, sérstaklega á verkalýðsforystunni, að þessi lausn sem núna búið að bjóða upp á til dæmis varðandi kjararáð, að leggja kjararáð niður, að hún sé bara einfaldlega ekki nóg. Það þurfa að taka á gjörningunum sjálfum, það að segja hækkunum á launum alþingismanna sem átti stað í október 2016, hækkanur á launum skrifstofustjóra og aðstofamannaráðherra sem átti sér stað á grundvelli ákvarðana kjararáðs og ekki síður hækkanir á launum ríkisforstjóra sem áttu sér stað eftir að þeir voru færðir undan kjararáði og pólitískt skipaða stjórnir ríkisfyrirtækin ákvaða að hækka 20%. Í OHF-félögum meðal annars. Kemur til greina að þinni hálfu að taka á þessu? Ég hef sagt það. Nú ég búinn í sumar, hefur verið að kalla til mín fulltrúa OHF-félagana, fulltrúa á almenna markaðnum og ég hef sagt það og rökin þarna yfirleitt svo að menn sé að elta hver annan, sé að greiða samkeppnishæf laun með við annar staðar í sama laginu og ég hef nú kallað menn sé svona elta skottið á sjálfum sér þarna. Ef við skoðum til dæmis á almenna markaðnum hvernig launin eru þar og hvernig við höfum séð hækkanirna þar eins og hjá einstaka forstjórum sem eru kannski komnir með, að því að þú talaðir laun æðstu ráðamanna og forsætisráðherra sem eru kannski með 3- og 4-föld laun forsætisráðherrans, þá held ég að við verðum að reyna að ná utan þetta í heild sinni. Og þar verður að koma að bæði ríkisvaldið og almenni markaðurinn og þar ber auðvitað samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin ríka ábyrgð á því að koma að því borði og ég hef sagt að ef að menn vilji raunverulega taka á þessu þá verður það að gerast þarna í sameiningu og það það sem ég hef verið að kalla eftir og hef verið að hitta menn til þess að reyna að fá þessa umræðu í gang vegna þess að þú getur ekki tekið á þessu bara á einum enda ef þú tekur ekki á þessu á hinum endanum. Og þetta er það sem ég hef sagt á sama tíma og við erum að segja að það sé ekki hægt að hækka niður allan skalan,
þá verða allir sem eru þarna í efstalaginu í sameiningu að taka á og sýna gott fordæmi. En þetta eru ríkisfyrirtæki og þeir eru undir pólitískt skipuðum stjórnum. OHF-fyrirtækin. Og ekki eðlilegt að, fyrst að það skýr krafa það, ég held að mér finnst eins og allir pólitíkusar sem að tala við, svona langflestir, eru sammála það að það sé ekki innistæða fyrir þessum hækkunum. Það ekkert í starfsemi fyrirtækjana sem kallar á þá, þetta ekki það mikli náttúrutalendar, þessir einstaklingar sem gegna þessum störfum að heimurinn kalli eftir þeim. Það þarf ekki að binda þá fasta með þessum hækkunum, það getur alveg komið maður í mannstað og fyrst að það svona hávær krafa og fyrst að þetta svíður svona eðlilega illa í verkalýðsforystunni, eru möguleikar á því að taka á þessu með þeim hætti að það verður undir og ofan á þessu launahækkunum til þess að liðka fyrir gerð kjarasamninga? Við eigum að taka þetta heildstætt og við verðum að þá taka almenna markaðin líka. En ef við skoðum þetta bara sértækt þetta dæmi. OHF-fyrirtækin, ég hef kallað eftir því að þar verðum við að hafa gegnsæri launaskráningu rétt eins og annars staðar í opinbera kerfinu. En þetta verður að gerast heildstætt og það eru þetta þannig að á meðan að verkalýðshreyfingin og samtök atvinnulífsins stýra þetta stórum hluta af vinnumarkaðnum í gegnum lífeyrissjóðakerfið að það verður við líka taka á þar vegna að það eru líka fyrirtæki almannaeigu. Þau eru í eigu lífeyrissjóðana sem ég og þú borgum í á hverjum einasta degi 365 daga á ári. Þannig að tala það komið að því með því að taka á þessu til dæmis hjá skráðum fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði. Við þurfum þar sem að við stjórnum, við eigum að gera þetta heildstætt og gera þetta í sameiningu vegna þess að ég þér algjörlega sammála það. Þeirri nálgun sem þú setur fram hérna, það engin ómissandi. En við viljum auðvitað hafa það þannig að launakerfið í landinu sé þannig uppbyggt að það hvetji þig til að sækja áfram og sækja fram og ná þér í menntun og leggja meira að þér, leggja meira mörkum. En ég velti því fyrir mér, þegar þú komin hérna í efstu laun, hvort þú sést ekki komin langt umfram það sem þarf til þess að svo geta orðið. Og þá þurfum við að taka á því í heild sinni, ekki bara einhverjum einum afmörkuðum þætti, heldur á kerfinu í heild sinni. Og það finnst mér að menn eigi að ræða á milli þessara þriggja aðila sem eru samtök atvinnulífsins, verkalýðshreyfingin og stjórnvöld að það sé gert í sameiningu á milli allra þessara aðila, að það sé ekki bara einn aðilinn sem benda á hinn. Þetta alveg sem með húsnæðismálum. Þetta hefur heyrst dálítið mikið hjá nýjum forseta ASÍ, eða svona í aðdraganda forsetakjörsins þar hjá Drífu Snædal. Hún talaði þessi margföldun á æðstu launum innan stofnana eða fyrirtækja og svo bara niður skalan. Hvað væri eðlilegt þar? Við erum að sjá á hlutabréfamarkaði að forstjórar þar eru með 17 til 18 föld lágmarkslaun. Við erum að sjá mjög hátt margfeldi hjá opinberu fyrirtækjum, kannski alveg upp á 10 sinnum hærri laun, eitthvað svoleiðis. Hvað eðlilegt? Sérstaklega OHF-fyrirtækjum. Hvað væri eðlilegt í þessu samhengi? Það held ég sé eitthvað sem þurfa að ræðast þarna á milli þessara aðila. Ég bara þér hjartanlega sammála með það og þar verðum við að taka almenna markaðinn með, við verðum að fara ofan í þessa umræðu vegna þess að hvað eðlilegt? Hvað eðlilegt að hæstu laun séu mikið hærri en lægstu laun? Þetta umræðan. Þetta svona the $1 million question, eins og maður segir sko. Og mér finnst efstu launin vera orðin allt og há meða við lægstu launin. Það bara mín persónulega skoðun og ég hef kallað eftir því að allir koma að þessu borði og ég hef rætt þetta meðal annars við nýja forystu ASÍ að þetta sé eitt af þeim málum sem við þurfum að taka á og sérstaklega meðal annars á hlutabréfamarkaði þar sem að lífeyrissjóðirnir sem eru í okkar eiga bara yfir 50% í mörgum þessara fyrirtækja og þá veltir maður fyrir sér, það svo að við getum ekki gert breytingar þarna? Getum við sem samfélag ekki gert breytingar þarna? Vegna þess að opinberu fyrirtækin eru svo að miða sig við starfskjarastefnu þeirra að segja, flestallir stjórnarformenn þessar opinberu fyrirtæki sem ég hef hitt í sumar segja já, það þannig að við þurfum að bera okkur saman við sambærileg fyrirtæki á sambærilegum stöðum. En það ekki bara eitthvað svona gullvél sem þessi hópur býr til? Þetta bara eltingaleikur. Og þú veist, svona einn forstjóri fær hækkun og laun og þá miða sig allir við hann og svo fer þetta bara annar hring. Þetta bara eltingaleikur og þetta eltingaleikur í efsta laginu eins og ég sagði áðan og við eigum sem samfélag að geta í sameiningu tekið þetta niður og þar verða allir að koma að borðinu. Ekki bara einhver einn og það þýðir ekki bara að ég bend á annan og annar bend á hinn, við verðum að gera þetta í sameiningu og þetta held ég að sé hluti af því sem að þurfi að ræða við gerð þessara kjarasamninga vegna þess að ef við
trúum því sem við vorum að segja hérna áðan, að það væri ekki svigrúm til launahækkana í neðstu lögum og í millitekjunum, þá vorum við að vera vissir að efstu lögin haldi ekki áfram í eltingalengnum eftir að við gerum þessa samninga. Þannig að ég held að þetta sé algjörlega lykilatriði að þetta sé eitt af því sem að sé rætt þarna og sé undir í þessum viðræðum á milli allra aðila. Þriði þáttur, við erum kannski búin að fara að kafa djúpt núna í skattkerfis og launatalið og húsnæðismarkaðinn, en það hefur líka verið mikið gagnrýni á svona minnkandi hlutverk ríkisins í tekjujöfnuði. Þetta er minnkandi tekjujöfnuðar hlutverk ríkisins sérstaklega með bótakerfinu. ASÍ gerði skýrslu fyrir ekkert svo löngu síðan sem sýndi fram á það að þeim fjölskyldum sem fengu barnabætur fækkaði 12.000 á milli 2013 og 2016. Hvað hyggist þið gera þarna? Er vilji fyrsta lagi kannski til þess að endurreisa bótakerfin þannig að við sjáum tekjujöfnunarkerfi hlutverk ríkissjóðs verða meira í átt við það sem er til dæmis í Noregi og minna í átt við það sem hefur verið hérna á undanförnum árum á Íslandi? Já, það er vilji til þess og ég held að það hefði komið bara skýrt fram meðal annars í þeim skrefum þó að þau hafi kannski, mönnum þykir þau ekki stór sem stigin verða við gerð fjárlagafrumvarps næsta árs. þar sem að verið bæði að gera breytingar á skattþrepunum og líka verið að hækka barnabæturnar. Þannig að þarna eru við að stíga raunveruleg skref. Það er í gangi vinna eins og við komum inn á áðan við endurskoðun á skatt- og bótakerfinu á milli allra hlutaðeigandi ráðuneyta. Sú vinna og sá hópur sem að þar vinnur að störfum hefur meðal annars átt fundi með aðilum vinnumarkaðar til þess að átta sig á því hvernig umræður muni þróast þar. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að niðurstaðan úr þessu, hún rými við þá niðurstöðu sem að hugsanlega getur orðið á milli aðila innan vinnumarkaðarins. Og þetta er eitt af því sem hefur verið til umræðu á þessum stóru fundum sem haldnir hafa verið í ráðherrabústaðnum sem að forsætisráðherra hefur boðað til og verður til umræðu áfram að hvernig þessar breytingar geta flúttað inn í niðurstöður sem að verða niðurstöður sem verða í almennum samningum hérna á vinnumarkaði. Þetta er annað svona sem var út af því að sem ég klóra mig dálítið í hausnum yfir vegna þess að þegar fjármálaáætlun var kynnt þá voru glærur sýndar sem sýndu fram á hvaða skattkerfisbreytingar átt að ráðast í. Þeim glærum kom mjög skýrt fram að til stæði að læra þepið 1% sem skiptist mjög misjafnt. Svo talaðum við þingmenn annarra stjórnarflokka og þessi að nei, þetta er bara misskilningur, þetta er ekki svo þetta kemur fram í glærunum. Ég segi bara aftur, ég klóra mig dálítið í hausnum yfir. Hvað stendur til að gera í þessum efnum? Við erum auðvitað að sjá, eins og ég sagði þér, það voru ákveðnar aðgerðir sem eru signa núna í fjárlögum þessa árs, sem eru skref sem að sannarlega eru til jöfnunar, varðandi hækkun á barnabótum meðal annars, og við höfum lýst því yfir að við séum tilbúin til þess og það kemur í rauninni fram í stjórnarsáttmála líka, menn séu tilbúin til þess að það standi til að endurskoða skatta- og bótakerfið með áherslu á tekjulægri hópa og ungt fólk. Þannig að það verður gert, en hvað verður nákvæmlega gert, það er bara í vinnslu. Við erum að fara yfir það þessa dagana og sú vinna er í gangi og ég hef bara lagt áherslu á það og ríkisstjórnin og forsætisráðherra hefur lagt áherslu á það að þær niðurstöður séu unnar í samráð og samstarfi við aðila vinnumarkaðar. Aðeins í lokin, það er hérna framundan tónleikar helgina, ákallstónleikar, alls konar fólks sem ber hag fíkni, þá sem glíma við fíkn fyrir brjósti og þetta eru svona kannski dálítið óvenjulegir tónleikar vegna þess að þetta eru ekki styrktartónleikar, þetta eru svona hvatningatónleikar til stjórnvalda það að sýna þessum svona faraldri meiri áhuga og kannski setja meiri peninga í málaflokkin í ljósi þeirra stöðu sem er komin upp, bara yfir 600 manns á biðlista eftir að komast í meðferð við fíknivanda og það er alls konar önnur svona hliðar áhrif á þessu. Við erum búin að bíða eftir meðferðarúrræði hérna við höfuðborgarsvæði, ég veit ekki hvað lengi og er heimilt á fjárlögum til þess að byggja það og allt þetta og við höfum ekki séð þetta fyrir ungt fólk, fyrir konur framvegis. Þú hefur svona 1,5 mínútu. Hvernig ætlar að leysa þennan vanda? Sko, ég held að þetta sé náttúrulega tvíþætt, sko. Það sem að snýra börnum og þeim sem eru ekki lögráða snýr meira að félagsmálaráðuneytinu. Við höfum verið að setja mikinn kraft í þetta. Það eru nýir fjármunir á næsta ári, gagvart hérna til þess að í þessi mál fyrir börnin.
Við erum núna búin að vera í vinnu og ráðuneyti og pólitíkin hefur verið að reyna aðstofa við það að flýta þessari lóð undir þetta heimili sem þarf að byggja. Fram að þeim tíma höfum við verið að gera núna breytinga bara síðustu vikurnar á stuðlum sem miða því að það þurfi aldrei að vista börn í fangaklefum sem hafa verið að lenda í því að það er ekki úrræði til staðar. Ástæðan fyrir að það er ekki úrræði til staðar er svo að heilbrigðishlutin og félagslutin hafa ekki verið að tala nægilega vel saman vegna þess að fyrstu stigin fyrstu klukkutímarnir og dagarnir að þessar meðferð er eiginlega heilbrigðisúrræði. Þannig að við höfum verið að brjóta niður múrana þarna á milli og láta menn tala saman og það hefur tekist og það er í gangi vinna núna undir heilbrigðisráðuneytinu sem snýr að börnum sem að miðar að því að undirbúa skref til framtíðar. Þannig að við höfum verið að stíga stórskref þarna og þetta hefur tekið gríðarlega mikinn tíma, mínum tíma, undanfarna 10 mánuði sem ég hef verið í ráðherrastól og hef fylgt þessu fast á eftir. En er þetta bráðavandi? Algjör bráðavandi og við erum búin að í rauninni vil ég meina leysa hann með þeim aðgerðum sem var verið að ráðast í á stuðlum núna bara á síðustu vikum. Þannig að það á ekki að þurfa að vísa börnum frá sem er að glíma við, sem að koma inn í kerfið. En gagvart síðan tónleikunum og því að þá bara hlustum við á þetta ákall og ég hyggst mæta á þessa tónleika til þess að hlusta á þá. Ásmundur Einar Daðason, takk kærlega fyrir komuna. Takk kærlega. Við komum hérna aftur að Vörmuspori.